Komið sæl, við ætlum að halda áfram upptakti Evrópukosningarinnar, ef svo má segja. Ég í hópi þeirra sem að telja að það hafi kannski ekki farið jafn mikið fyrir menningarlegri umræðu samband Íslands og meginlands Evrópu í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan og maður hefði svona viljað sjá. Mér finnst langmest rætt efnahagsmál, auk einhverja svona fullveldispælinga og það lítið rætt friðarpólitíkina innan ESB eins og til dæmis Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur sagði við Rauða borðið í gærkvöld að vörðuðu hann mestu í tengslum við það hvað menn segja 29. ágúst næstkomandi. Þannig að vinklarnir eru ótalmargir á þessu stóra máli, ekki bara efnahagslegir. Og gestur minn í kvöld til að ræða menningarsamband Íslands og meginlands Evrópu ekki síst ykkur mögulega kunnur, Halldór Guðmundsson, rithöfundur og fyrrum útgefandi og forstjóri Hörpu. Og ég veit ekki hvað og hvað, Halldór. Velkomin. Takk. Ertu, svo maður sletti nú eins og unglingur, ertu peppaður vegna þessar kosningar framundan? Já, mér finnst það mikilvægt, sko. Já. Mér finnst bara mikilvægt að menn noti þetta tækifæri. Já. Tali við Evrópu. Já. Þetta hlutur sem annars mun líka hvíla á okkur áfram, ef við gerum það ekki. Ég á svolítið erfitt með að skilja heiftin út af þessu. Já, hún mikil. Já, og og það alveg ljóst að þetta ekki inngangan. Nei. Þannig að nú fá menn þetta fram en mér engin launing á því að ég hef alltaf verið hlynntur í Evrópusambandinu og þessu samstarfi við Evrópuríkja. Og kannski þetta alveg rétt sem þú segir líka svona menningarlegar röksemdir en mér langaði bara að segja hérna eitt svona dálítið persónulegt í þessu sambandi í upphafi. Sko ég kem 7 ára til Þýskalands með foreldrum mínum. Og það mikil uppbygging búin að eiga sér stað. Þetta í Bonn í Vestur-Þýskalandi. En það ekki nema 18 ár frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Annað hvert hús var með fallbyssugötum. Þú veist, þú sást leifarnar af stríðinu blasa við þér, sko. Og auðvitað hugsaður það næsti bær Köln sem var algjör rúst eftir stríð. Og þurfti bara að byggjast upp frá grunni. Kennararnir mínu í skólanum, þeir höfðu barist í stríðinu. Nokkrum árum síðar fer ég með þýskri vinafjölskyldu í frí til Frakklands og þar við nú bara svona einhverjir 12 ára, 13 ára drengir að hlaupa og kynnast einhverjum frönskum börnum líka og förum heim til eins þeirra og þar pappinn sem virður okkur ekki viðlits. Taldi eðlilega, ég var í Þjóðverji líka, vildi ekkert við okkur tala, en talaði fullkomlega þýsku. En hafði verið stríðsfangi undir lok stríðsins í Þýskalandi. Þannig að það sem maður sá, eða situr í mér síðan, ég hugsaði ekki svona meðvitað þetta þá, en það sem situr í manni síðan þessi hugsun. Þannig eru þjóðir, nágranna þjóðir með löng landamæri hvort það eru Frakkar og Þjóðverjar sem höfðu bara barist í 2 heimsstyrjöldum. Og þó að vissulega hafi verið sko mjög viðskiptalegt yfirbragð yfir kola- og stálbandalaginu þannig að upphafi 7. áratugarins. Þá var það fyrir stjórnvöldum sérstaklega í Þýskalandi en víðar líka algjört megin atriði að þarna væru þessar þjóðir að vinna saman sem hefðu borið að hluta til ábyrgð á því hvernig þessi fyrirhluti aldarinnar var. Og síðan hefur mér fundist tilhneiging til þess að gleyma þessum þætti af Evrópusambandinu sem það að ná Evrópuríkjum saman sem hafa bara, eins og Guðmundur Hálfdanarson sagði í gær verið í stríði síðan á 16. öld, sko, að ná þessu fólki saman og reyna að búa til með þeim einhvern alvöru, hvað þeim var að segja, alvöru stærð bara í heiminum. Stærð sem beitir sér fyrir lýðræði og frelsi og það ekki lítilsvert núna. Nei.
Og þegar ég heyri þig lýsa þessu með þessum hætti þá dettur mér í hug hvort afstaða okkar Íslendinga og umræðan hér núna á þessum tímapunkti væri allt önnur ef við hefðum sjálfir kynnst þessum stríðum. Já, ég efast ekki það. Taktu lönd sem hafa mátt þola þau sko meira en flestir. Já. Eistland, Lettland og sérstaklega Litáin. Já. Þetta var alveg megin atriði þeir eru laus úr Sovjetinu að tengjast Evrópusambandinu. Já. Og það ekki að því að þjóðir hafi þráð það að losa sig við fullveldið sem það voru rétt svo búnir að öðlast. Heldur vegna að þeir vildu verða hluti af þessari samvinnu. Og mér finnst þetta, eins og segir, þetta of mikið út úr umræðinu. Okkar tilhneying alltaf svo að við mætum til leiks og segjum hvað getum við nú fengið út úr þessu. Já. Og helst fyrir ekki neitt. Já, og helst fyrir að leggja sem minnst til. Já. En ég ætla að leyfa mér að segja við eigum líka að hugsa hvaða erindi eigum við þarna inn. Hvernig getum við lagt þeim hluta Evrópusambandsins sem snýra því að varðveita lýðræði, jafnrétti og slíkar gamlar hugsjónir. Auðvitað stór hluti sem viðskiptalegur og auðvitað þurfum við að spyrja sig hvernig fara Íslendingar út úr þessi viðskiptalega. En við eigum líka stundum að spyrja okkur, getum við kannski átt erindi, höfum við eitthvað fram að færa, eigum við að tengjast þessum þjóðum vegna þess að þarna einna helst staðið fyrir því frjálslynda lýðræði samfélagi sem bara forsenda þess að við ræðum hér saman sko. Já. Var það ekki, af því þú nú ævisöguritari Laxness, var það ekki Laxness sem að baðum hvort að vera hægt að lyfta umræðan og örlítið herra plan? Jú, það var stórkostlegur sjónvarpsþáttur sem því miður í allri minni gagnaleit komst ekki yfir því að hann var fjarlægur er horfinn sko. Og þá var það svona mitt í kaldastríðsumræðunni sem hann sagði þetta og margir hafa notað síðan sko, þannig að ég veigra mér aðeins við því. Heyrðu, og það nú svolítið kaldastríðsbragur á ýmsu núna á félagsmiðlunum sko. Þetta eru svona, þú sagðir að vera heift á hann og ég upplifa hana líka og í gærkvöld þá var Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins í Silfrinu á RÚV að segja að fjölskyldur væru bara klofnar í herðar niður og þjóðin öll og lýsti þessu bara eins og einhverju sturlungu. Já, ég bara átta mig ekki á þessu. Þetta er ekki, ég veit að það er allar skoðanir upp í minni fjölskyldu sem frekar stór sko. En hérna það hefur ekki háð okkur í neinum samræðum fjölskyldur málefni. Það sjálfsögðu getur maður stundum rifist pólitík, það enginn af því. Nei. En sko getur verið að það sé þyngra en ella vegna þess að við erum fá, við erum skyld erum við fær þetta verkefni að hugsa okkur til gagns út úr þessari stöðu? Já, auðvitað erum við það en við höfum sýnt það hins vegar soldið á undanförnu að umræður sko enda út í tómri vittleysu eins og málþófið mikla út af einhverjum kvótaálögum sem engin maður hefur talað síðan og þetta að fara með þetta núna í svona að mér finnst bara næstum því hysteríska dramatík eins og sumir gera það er mér alveg óskiljanlegt. Við vitum öll að ef eitthvað kemur út úr þessu þá verðum við aftur látum segja já eða nei við samningunum sjálfum og ég myndi nú satt að segja geyma sko stóru kanónar þangað til þar að kemur ef kemur að því. Já. Maður finnur að neyjararnir sko þeir hafa svolítið náð að hafa áhrif á dæmis mann eins og mig að þeir eru búin að töngla svo oft á því að þessi kosning snúist eitthvað annað en hún í raun gerir að mér finnst stundum eins og að ég gleymi því stundum að Já, ég held að það sé líka meiningin að þetta sé bara blasið þannig við okkur að við eigum að fara í þetta samband hér með og núna en að sjálfsögðu þýðir þetta að þú segir já núna þar segir þú vilt viðræður þú vilt samtala þetta og þú vilt sjá hvað kemur á borðið en í kringum þetta verður þetta svona sumt sem ég finnst bara óneistilega spaugilegt í þessar umræðu nú koma allir þessir aukhefingar með kvótan og segja menna við eigum fiskinn sko en ég held ekki við hinn höfum orðin eitt sérstaklega vör við það undanförnu. Nei. Þannig að nú kemur þetta allt og ég segi andið aðeins djúpt sko það er þetta sem er til umræðu núna
og komi til aðildar umsóknar sem skilar einhvern góðum samningi, þá verðum við látum greiða atkvæði hann aftur. Já. Og svo verða stjórnarskrárbreytingar, þetta þjóðin verður margspurð þetta. Og hvað var það þennan samning, þá er náttúrulega ekki nokkuð leið að hafa skoðun á honum þar sem að veit ekkert hvers konar samningur þetta verður, þannig að það er eiginlega jafn eðlilegt finnst mér að maður sé ákveðin í því að maður segi já 29. ágúst eins og maður hafi ekki hugmynd hvað maður gerir svo. Já, stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir bara fyrir nokkrum dögum að hún telji víst að það sé hægt að ná samningi sem báðir aðilar verði ánægðir með. Ef hún segir þetta fyrirfram, þá er hún að segja að þeir munu gefa eitthvað eftir, Það sem ég hins vegar svona, að því hún nefndir að líka í upphafi, varðandi menningarhliðina, þá finnast mér þessi menningarlegu tengsl okkar við Evrópu bara gríðarlega mikilvæg. Já. Við erum það er til þeim menn sem segja að engin hætta með okkar málefni, við höfum þennan samning við Bandaríkin frá 1951 og við erum í NATO og allt hvaðina. Grænland og Danmörk hafa vísu líka herstöðarsamning við Bandaríkin frá 1951 en látum þannig eiga sig. En þegar að þetta er komin svo staða að í æ fleiri ríkjum eru svona autokratískir, svona valdgýrugir menn við völd sem gefa lítið út á lýðræði og út á frjálsa og opna umræðu sem er algjörlega forsenda menningarstarfs til dæmis. Þá verðum við að tengja okkur þeim þjóðum sem hafa þetta opna lýðræði samfélag og við getum ekki bara setið hér og sagt að það er nú miklu betri efnahagur í Kína heldur og Evrópa er bara á niðurleið. Ef Evrópa er á niðurleið viljum við ekki vera með í að breyta því, viljum við virkilega sjá þetta fara allt bara norður og niður. Já, í verstafalli væri nú kannski líka hægt að bara ganga aftur út úr vondu sambandi ef það þróaðist þannig. Það hafa menn gert og kannski ekki endilega riðið feitum hesti frá því. En þetta... En það sennilega á raungum forsendum eða orðum menna Brexit. Já, en sjá til dæmis eitt í þessu að þú nefndir menningamálin. Sjá tungumálin. Það er Evrópusambandið hefur styrkt mjög ekki lítil tungumál því að Vigdís Finnbogadóttir kenndi okkar við megum ekki segja það, heldur tungumál sem fáir tala hefur styrkt slík tungumál svo munar. Að með minnir 2022 þá varð írska sem ég held að innan við 100.000 manns hafi beinlínis að móðurmáli þó fleiri kunni það að einu af opinberu tungumálum Evrópusambandsins. Eistneska, lettneska og litáíska og svo líka staðbundin tungumál sem verða kannski ekki opinber mál eins og katalónsku og baskneska. Þau hafa styrkst mjög við þetta og þau styrkjast í því sambandi sem snýr líka að máltækni og þessi litlu mál sitja ekki bara eftir og þarna til dæmis á þessu sviði held ég að tenging við Evrópusambandi sé mikilvæg því að við viljum ekki eiga allt okkar undir einhverjum bandarískum risafyrirtækjum í þessu. Breskir háskólar, listaskólar, þeir eru nánast ófærir Íslendingum í dag eftir Brexit út af skólagjöldum sem hafa umturnast fyrir unga nemendur héðan og það rifjar upp fyrir manni þessi forréttindi sem við Íslendingar höfum notið í aldanna rás náttúrulega aðlega gegnum Kaupmannahöfn áður fyrir en núna í seinni tíð hvernig Evrópa hefur staðið okkur galopin og hvernig fjöldi góðra Íslendinga hefur sótt sér frábæra menntun í Evrópu og snúið aftur heim. Og listamanna sem hafa getað farið Evrópu. Í gegnum EES þá höfum við aðgang að því sem heitir Creative Europe. Já. Þar sem við getum sótt mikla styrki og þar á með líka ferðarstyrki fyrir listamenn til þess að komast Já. Þú veist, núna er rándýrt fyrir íslenska listamann bara að koma fram í Bandaríkjunum. Alveg eins og það er rándýrt fyrir, eins og þú sagðir, fólk að fara að nema í Bretlandi. Já. Þessi möguleiki að opna heiminn ungu fólki, hann er bara alveg feiknalega mikilvægur. Og hugsaðir gildið verðmætin fyrir Íslands einsleitt fámennt samfélag. Já. Fólkið sem sneri aftur kom með hugmyndirnar. Erum við ekki öll sammála það að það eru ekki margir Íslendingar sem einir og sér brutu blað með eigin hugviti til dæmis til þess að
tosa þjóðina áfram í efnahagslegu eða listrænu tilliti? Erum við ekki bara flest svona sammála það að hugmyndirnar komu margar eða flestar að utan og án þessara blöndunar og án þess að Evrópa meginlandi væri svona móður álfa okkar, þá væri nú kannski ekkert rosalega vel fyrir okkur komið, eða hvað? Sko, ég held, það mikið til í þessu, ég held reyndar að við höfum verið býsna frumleg í bókmenntum á 13. öld. Já. En að því ég hef búin að vera glíma oft við íslenska bókmenntasögu, bestu tímabilin okkar eru þau tímabil þegar við erum í sem mestum samskiptum við útlönd. Já. Það eru síðmiðaldir þegar Íslendingar eru bara í þó nokkuð miklum viðskiptum víðsvegar og það prentöldin eftir að hún byrjar, það 19. öldin og svo nútíminn allur. Þarna eru sterkustu tímabilin vegna þess að áhrifin eru til staðar og þau eru gagnkvæm. Sko, ég ætla ekki að tala eins og við getum haft einhver stór pólitísk áhrif á leiðtoga Evrópusambandsins, en við getum haft mikil menningar pólitísk áhrif. Já. Okkar styrkur á því sviði miklu meira en sem nemur mannfjöldanum. Virðingin sem til dæmis Evrópubúar, auðvitað Þjóðverjar sem ég þekki best til, en líka öll Norðurlöndin, bera fyrir íslenskum listum og menningu eru slíka að það á okkur hlustað í því samhengi. Og eins og sagt við erum 80% þannig inni, sko. Hverju tökum við ekki síðasta skrifið og látum til okkar taka. Ég að velta fyrir mér þessari svartsýni sem að mér finnst ég rekast víða á. Sko, af því að ég nefndi það áðan að þú værir ævisöguritari Laxness, ég nú með hlungininn góða. Já. Þetta nú ekkert smá rit. Nei. Halldór Laxness ævisaga. Heldur þetta hafi stemt fólki í hættu fyrir að sofa, sko. Og ég ég ákvað að glugga aðeins í þetta áður en við byrjuðum að spjalla og til dæmis sko, það rifjaðist upp fyrir mér það sem þú skrifar hér að í barni náttúrunnar fyrstu prentuðu skáldsögu Laxness þá kveður hann dáið allt án drauma og dapur heimurinn. Og sko, hvernig skýrum við þessa svartsýni, hvernig skýrum við að í stað þess að líta bjartsýn með ímyndunaraflið á réttum stað, þróttmikil og jákvæð til nýskrefs sem mögulega kann að vera gott skref í þjóðabandalagi. Af hverju eru svona mörg okkar hinum megin? Sko, einhverju leiti svartsýni og bjartsýni, þetta náttúrulega einhverju leiti svona karaktereinkenni sem enginn stýrir, en að einhverju leiti þetta líka svartsýni sem menn að nota sér pólitískt, sko. Að það verið að parturinn af því að segja nei, við ætlum ekki að taka neitt skrif í þessu sambandi, að segja Evrópa í ólögum vandræðum og að sjálfsögðu það stríð í miðri Evrópu sem við höfum líka tilhneigingu til að gleyma og það alveg ljóst að það allskyns hættur sem steðja að. En að því þetta nú uppáhaldslínur mínur hann sem tiltekur, þá þetta aldrei gaman til þess að hugsa. Hann yrkir þetta 16 ára. Svo þegar hann 70 og rúmlega það, þá skrifar hann fyrstu minningabók sína í túninu heima og þá tilfærir hann þessa ljóðlínur og segir, svona myndi ég líka yrkja núna. Og þetta finnst mér góð ástæða. Já, þetta vissi ég ekki. En þetta semst uppáhaldstilvitnun hjá þér. Já, ég held mikið upp á þetta. Sko, hvað hefði Laxness gert 29. ágúst? Ég fer aldrei út í svona. Þú veist, þetta alveg svo þegar menn þykjast vita hvað Einar Þveraðingur eða Jón Sigurðsson hefði gert, sko. Þú getur ekki tala fyrir annara hönd sem þar og ekki eru látnir, sko. En Halldór var náttúrulega alltaf þetta tvennt, stundum í sko stríði við sjálfan sig það, en hann var þetta tvennt, Íslendingur og heimsborgari. Og það það sem ég finnst mjög eftirsóknarvert, að reyna að halda í þetta tvennt. Já. Þú fórst snemma ungur utan eins og varst að nefna áðan við okkur og áhrifin af því og Halldór fer náttúrulega sjálfur ungur utan og við erum væntanlega sammála það að hann hefði orðið allt önnur mannvera, hann hefði aldrei yfirgefið Ísland.
Já, sko, maður bara getur ekki séð það fyrir sér. Sannarlega skrifaði hann þessa bók Barn náttúrunnar þegar hann 16 ára, 17 ára fer hann svo til útlanda og síðan hann á samfelldum þvælingi í 10 ár og mjög miklum ferðalögum næstu 10 ára eftir. Og fyrstu 10 árin þá hann ekki einu sinni búin að ákveða sig það hvort hann komi heim aftur, sko. Nei. Hann ætlar að verða stjarna í bandarísku kvikmyndagerð, sko. Fyrst ætlar hann í klaustur og verða munkur einhverstaðar og það verið að leita að einhverju æðra, að einhverju sönnu, að einhverju stórkostlegu allstaðar og það dýr þá ekki bara að sitja heima við. Nei. Sko, nú einmitt umræða það hvort við gætum átt meiri, hún er svo sem ekki háværis umræða en ég samt rekist á hana, hvort við Íslendingar eigum meiri samleið með Bandaríkjunum en þessum gamla heimi meginlands Evrópu. Já, það er alveg ekki þar. Maður heyrir þá umræðu en maður spyr sig allavega segjum að því nú ég að horfa á þetta svolítið frá sjónarmiði þess sem hefur unnið að bókum og menningu alla sína ævi. Núna til dæmis er Bandaríkjumenn búin að skera svo niður öll framlög til þýðinga, öll framlög til bókaútgáfu, alla opinbera styrki að það hefur stórbreyst ástandið. Vegna þess að þeir eru náttúrulega að loka sig af að vera leiti leið og þeir eru líka eins og í Íransstríðinu að standa í fullkomlega tilgangslausum styrjöldum. Og þetta að horfa upp á land sem er að þokast frá lýðræðishugsjóninni og frá mannréttinda hugsjónum og segja að þar eigum við frekar heima en í Evrópu bara það gæti ekki verið meira ósammála. Nei. Sko þessi menningarlega samleið sem að mér finnst að Ísland eigi með Evrópu. Ég fór sjálfur bara frekar ungur til náms í Evrópulandi og bjó í öðru Evrópulandi og mér er alltaf fundist þetta er svona útvíkkun á mínum heimkynnum Evrópulönd. Þetta er ekki mjög framandi heimur, ekki þannig séð, hann er maður svona telur sig vita nokkuð að hverju maður gengur og sko þegar er talað þetta höfuðból mannkyns sem Evrópa hefur verið að mörgu leyti og menningar, þegar er rætt þetta sem brennandi hús og allt þetta hvað erum við að segja við sjálf okkur? Sko, þetta er mjög ófrjón nálgun að segja að þetta sé alltaf að þessi öll að hnigna og þetta sé alltaf að fara til fjandans vegna þess að við eigum svo mikið undir því að þessi gömlu lýðræði samfélög haldi velli. Já. Það er engin trygging fyrir neinu. Það er hálffasískur flokkur í Þýskalandi sem getur unnið stóra sigra. Það er mjög hægri sinna flokkur í Frakklandi sem getur líka unnið sigra á næsta ári og svo framvegis. Það er engin trygging í neinu og við eigum heldur ekki að afsala okkur sambandi við umheiminn eins og Kína og Indland og hvað eina. En þetta eru þau sem við eigum mest að samleið með hvað gildi varðar og þetta eru líka þær þjóðir sem respekterar okkur mest. Já. Hvað heldur þú ef við bara veðjum öll á það að okkur muni vegna vel með Bandaríkjunum og svo líkur illa á Trump einn morgun og hann setur 100% tolla á allt sem héðan kemur. Þetta hafa þjóðina þurft að horfa upp á að því hann er ósammála spænskum stjórnvöldum þá snarhækka tollar þar. Þessi leið, hún undirstrikar það enn frekar að menn reyni að ná samstarfi og reyni að vera í varanlegu bandalagi við aðra þjóðir og ég held að það skipti megin máli ekki að spyrja sig mun þetta allt brenna og fara til skratnans heldur hvað eru þau gildi sem þessar þjóðir standa fyrir. Hugsaðu það 2011 þá voru Íslendingar heiðursgestir á stærstu bókasýningu heims í Frankfurt í Þýskalandi og ég fékk að sjá það verkefni og það er í ferlega vondri stöðu framan af. Það kom gott framlag frá hennu opinbera og sem nú var þetta utanríkisráðherra átti reyndar stóran þátt í
og ég man ennþá þegar forstjóri bókamessunar kom hingað til lands til þess að skrifa undir vorið 2008 meðan við héldum við ættum með það nóga peningum og hann og Þorgerður Katrín rífust svona hálfan dag Evrópusambandið sem forstjóri bókamessunar var náttúrulega mjög hlindur vegna þess að þeir sjá hinn menningarlega samstarfsgrundvöll í þessu. Svo erum við komið þarna og krónan hreinur helming. Framlagið helminguna því sem það var. Við þurftum að fá mikla hjálp til þess að gera þetta almennilega og svo þetta sæjist almennilega og svo yrðu bækur þýddar. Og við fengum þá hjálp frá Þýskalandi. Okkur var tekið feiknarlega vel og það var sko allir ræðismenn Íslands í Þýskalandi sem nú allavegana statt fólk lögðu allt sitt sem þeir gátu fram og okkur var tekið opnum verðum þrátt fyrir bankahrunið og Icesave og allt þetta dót og það sýndi hvað áhugin var mikill og hann varanlegur. Ég var að reyna að reikna það út daginn, ég held að sé mjög nærri því að 150 erlendar útgáfur af íslenskum bókum komu út á ári. Já. Sem ótrúlega mikið að því í Noregi sem ég þekki líka mjög vel til þá þetta 600-700 og þeir eru 17 sinnum fleira en við. Þannig að ég held að það sé alveg ljóst til dæmis í bókmenntum okkar en ég held að þetta eigi líka miklu leyti við tónlistina og sumpart myndlistina. Það var horft til okkar. Það á okkur hlustað og við höfum ástæðu til þess að sýna þeim þjóðum sem hafa sýnt okkur svona mikinn áhuga og virðingu hið sama. Já. Af hverju hrífast Þjóðverjar í okkar bókmenntum? Ég hef verið að reyna áttum á því. Ég held að sé nú svolítið það sama og hrífur okkur sjálf. Það sagnalistin. Þetta sem Íslendingar hafa kunnað síðan á 13. öld að segja sögu og að reyna, ég held að Páll Skúlason heimspekingur hafi sagt þetta uppalega, að reyna að finna sér stað í veröldinni með sögum. Svara hinnum stóru spurningum sem Þjóðverjar eru sjálfur vanir að eiga við með gífurlegum abstrakt heimspekikerfum. Svara þeim með því að segja sögu frænda sinn á Súðavík eða eitthvað. Þessi sagnalist sem síðan á mörkum náttúrunnar. Já. Þetta siðmenningin á ystu mörkum. Þess vegna sáu svo margir tengingar milli Íslendingasagna og kúrekamynda. Já. Og það svolítið þetta og ég held að Þjóðverjar hafi hreyfist af þessu en auðvitað líka af því hvað bókmenntinar og þá ekki bara frásanna bókmenntir hafa skipt okkur miklu máli. Ef þú ert að fara aftur á 19. öld núna á fyrsta íslenska hljómsveitin 150 ára afmæli Lúðurþeitarafélag Reykjavíkur var stofnað 1876. Já, skemmtilegt. Fram að því höfðu, kannski örfá skiptið þá höfðu Íslendingar fleiri en einn spilað saman á hljóðfæri og 1876 nú sagt þetta áður, það árið sem Niflungarhringurinn fluttur í heild sinni í Þýskalandi. Það hafðu 5 íslenski iðnaðarmenn keypt sér lúðra í Kaupmannahöfn og stofnað þetta band. Já. Og fyrsti íslenski málarinn sem heldur sýningu, það Þórarin B. Þorláksson. Og það árið 1900 í Glugga og Verslun í Reykjavík. En hvað höfum við haft síðan á 13. öld? Bókmenntinnar og þessar bókmenntalegu hefð. Og en það skiptir ekki bara máli að hafa það skiptir líka tengsli með útlönd miklu máli. Þýðingar og að þýða tilbaka samtal einfallega. Og þarna fannst mér, ég upplifði það mjög sterkt að Þjóðverjar Þjóðverjar höfðu bara mikinn áhuga á þessu samtali. Já. Vildu taka þátt í því og vildu hlusta á okkur. Já. Svo þetta mann líka í hug að það ekki eins og við höfum í mentalegu tilliti skilað stórkostlegum árangri undanfarið. Við erum að mörgu leyti hugsi vegna okkar eigin kerfa og kannski tengist það að einhverju leyti því að við erum út úr, ég veit það ekki, maður þurft að pæla aðeins svona betur í því en
það kannski, nú þekki ég það ekki nógu vel ef ég á bara að vera hreinskilinn með það, hvort sko innganga eða aðild að ESB myndi vera tækifæri til þess að bæta kerfi eins og menntakerfi. Þekkir þú það? Nei, ég get ekki sagt að ég kunni það neitt utan að, en það sem það mun bæta eru auðvitað möguleikanir til náms og möguleikanir til þess að fara á milli og samstæðum það, og það sem ég nefndi aðeins áðan og tengist náttúrulega bókmenntunum mjög mikið, það eru möguleikar tungumálsins. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að tungumálið þróist með okkur, varðveitist, en sé líka nútímalegt og sé líka notað í máltækni og öllu þessu sem nú fer fram. Og ekki bara ofurselt mismiklum góðvilja stórfyrirtækja, heldur inni í þessu sístemi sem Evrópusambandið hefur þrátt fyrir allt komið sér upp í kringum tungumálin. Sko, ég ætla ekki að halda þig mikið lengur, Halldór, en þetta mjög Svolítið ókvanlegt að sjá þig með bókina. Ég hef orðið þess var að það hefur orðið mikil breyting í eftirspurn eftir nafna mínum. Það gaman að heyra. Já, síðasta halva árið. Hvers vegna? Það verði nú að gefa Morgunblaðinu að þeir birtu merkilega frétt það að Íslendingar væru hættir að lesa Halldór Laxness. Já. Það var nú uppalega tengt framhaldsskólum. Já, já. Og þá bara eins og hálf þjóðin hafi fengið móral og það Við getum nú verið góð í þessu, í viðbrögðum þegar vástæði og gefum þeim þá það, sko. Gefum þeim þetta að þetta vildu landsmenn okkar. Já. Ég fór síðustu viku í einhverja göngu á vegum Borgarbókasamsins milli Sögustaða Halldórs niður í bæ. Já, heyrðu, þú slóst alveg í gegn, skilst mér. Ég segi það nú kannski ekki. Voru ekki 100 manna í göngunni? Jú, yfir 200 manns. Ég hef allavega verið í mörgum mótmælagöngum sem voru fámennir en þetta. Já, einmitt. Þannig að áhuginn nú þarna. Áhuginn til staðar, já. Og það, þú sagðir, sumt kemur saman vegna tilviljana, en manni finnst stundum að hlutir gerist þegar þeir eiga að gerast. Kemur þessi stórkostlega sýning hjá henni Unni í Landnámssetrinu upp úr Sörkuvolku sem sko 95 ára gömul bók. Já. Og algjörlega bara vitrasmannið hana sem fullkomin nútímastykki. Já. Og þetta einhvern það sem bókmenntina svo við hafi smá áróðu fyrir þeim fær okkur, sko. Það það klassískar bókmenntir lífa og þær tala með sínum hætti til hverjar nýrar kynslóðar. Já. Það sem Unnur sér í þessari bók annað en það sem pabbina sá þegar hann var að leikstýra Sörku 40 árum fyrir að hvað það var. Við erum alltaf að finna nýja hluti í þessu af því ríkidæmið svo mikið. Já. Samt fannst Halldóri ekkert merkilegra en tónlist, sko. Nei. Þó hann hafi skrifað þessi á 3000 blaðsíður eða hvað það Einmitt. Hér hefur maður stundu velti fyrir sér hvort fegurðin og tragíkin haldist í hendur eins og ég held að þú hafur skrifað í þessari bók að segja mætti samband Bjarts og Ástu Sólilju. Já, það gerir það og þetta auðvitað sko aðferð leið sem hann fer oft. Þetta eru harmsögur eins og sjálfstætt fólk sér byggt upp eins og klassískur grískur harmleikur þar sem söguhetjan missir eitthvað í lok hvers þáttar en það líka fegurð og í heimsljósi fegurðar þráin hún bara sjálft viðfangsefnið. Það vantar svolítið fegurðina í Evrópuumræðinu það ómikið að harmi en af því að Laxness nú sko ég nefnilega þér sammála það að hann ætti að vera sínálegur okkur og það ekkert mörg ár síðan ég las hann eiginlega allan upp og hefur aldrei fundist hann betri og aldrei fundist hann eiga meira erindi inn í samtímann en núna og ég veit ekkert hvort þetta kemur Evrópukosningunni við eða ekki en klausan sem í þessari bók og segir frá því Morgunblaðinu þegar Halldór snýr tilbaka búin að vera einhvers staðar árið 1965 fæðingarári mitt og fór þá mörgum orðum menningarleysi íslenskra dagblaða sem væru reyndar speilmynd af andlegum vesaldómi þeirra sem blöðin væru ætlu fyrir
Íslendingar hefðu ekkert við það að athuga að lesa kúltúrlaus blöð. Í nágrannalöndunum hefðu öll almennilega blöð, sérstaka menningar síðu, svo til daglega, en hér gengi allt út á langlokur fólk sem færi á héraðsmót og börn sem væri að leika sér við tjörnina að ógleymdu öllu síldartalinu í blöðum og útvarpi. Hér var á ferðinni einhvers konar andlegur sadismi, öllum Íslendingum biði við síld og síldartali en samt skilli þetta á okkur. Þetta eins og að tala fjósaskít allt árið. Þetta skemmtileg. Steinglima þessi. En hann var sko sérstaklega skæður með þetta á 7. áratugnum. Já. Þá fannst honum einhvern veginn að Íslendingar kynni ekki nógu mikið að meta sig. Nei. Því að höfundar nú svo sem allir eins með það, sko. Það er þeir sjálfur sem eru viðmiðið. Já. Og þegar eitthvað fór í tögunum, alveg frá upphafi, þá gat engin formúlerað betur en Halldór Laxness, sko. Nei. Og það sem fór alltaf í tögunar á hann, eins og ég sagði ráðan, þá vil ég ekki misnota látið fólk í pólitískum tilgangi. Nei. Sem heiðarlega ástæð. Já, en það sem hérna fór alltaf í tögunar á hann, það var svona, ég vil ekki kalla það sveitamennsku, heldur svona aflokun. Það að tengjast ekki nútíma menningu. Hann fer til útlanda á 3. áratugnum og hann á ekki annað erindi í svona 20, 30, 40 greinum sem hann skrifar í íslensk blöð en að kenna Íslendingum nútíma menningu eins og hann að upplifa hana í Evrópu og Ameríku. Þetta rosalegt hlutverk sem að maðurinn með á eigin herðum. Já. Og það gæti verið allt, sko, milli þess að hérna konur ætti að vera með drengjakollsklippingu sem hann gat staðið í sko blaðadeilum út af. En líka hvernig hann lýsir starfi rithöfundarins, þessi ógnvænlega byrði. Já. Hvað hann fannst þetta flókistar, hvað hann fann mikið til eigin ábyrgðar. Já. Alveg magnað. Heyrðu, Halldór. Síðasta þjóðskáld Evrópu. Já, þú ert alveg harður á því. Já, einmitt. Það væri gaman að geta kallað hann hér að rauðaborðinu, Halldór Laxness. Til þess en við höfum bækurnar hans. Og þú ert talandu það, bara svona rétt aðurinn í sleppið ert þú ekki bara ert þú ekki nýbúin að klára bók sjálfur? Jú, það á að koma út í haustbókum íslenska bókmenntasögur frá upphafi til voradaga. Já. Skrifuð hérna af einu manni í einu bindi, þannig að almennum lesanda. Almennum lesanda? Já, þetta er ekki háskólaritið eða neitt slíkt. Já. En og þú segir það, já, ég held að þetta hafi ekki verið gert síðan maður að nafni Stefán Einarsson gerði þetta fyrir 60 árum og Stefán Einarsson var prófessor í Bandaríkjunum og fyrsti maðurinn sem ætlaði að skrifa ævisögu Halldórs Laxness. Já. Áður en Halldór var hann 30, sko. Já, einmitt. Skemmtilegt. Svona tengist þetta allt í hring, sko. Nákvæmlega. Halldór Guðmundsson, kæri þakki fyrir komuna. Sömuleiðis. Við göngum göttuna áfram, kæru hlustendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fyrir langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is